Við ætlum að rifja upp lætin í kringum stofnun réttargeðdeildarinnar að Sogni fyrir 20 árum en það var mikið hitamál á sínum tíma. Þeir sem vildu ekki fá réttargeðdeildina að Sogni í sitt heimahérað fyrir 20 árum berjast nú gegn því að hún verði flutt á Klepp. Þetta fullyrði Sighvatur Björgvinsson sem var heilbrigðisráðherra þegar réttargeðdeildin var stofnuð. Hann segir jafnframt að geðlæknar hafi á þeim tíma ekki viljað sinna geðsjúkum afbrotamönnum og að aðbúnaður þeirra hafi verið skammarlegur áður en starfsemin hófst að Sogni. Sighvatur sestur hjá Sigmari en fyrst skulum við rifja upp þetta hitamál með því að skoða gamlar fréttir. Bogi Melsteð hefur verið yfirlæknir réttargeðdeildarinnar í Vesturvík í Svíþjóð frá 1970. Hann kom hingað til lands síðustu helgi og hefur kynnt sér aðstöðun á Sogni og áætlanir starfsemina þar. Telur hann að hæft fólk fáist það til starfa. Erfiðast verður að fá kannski yfirlæknin. Það kom meðal annars fram í máli heilbrigðisráðherra á blaðamannafundinum að þótt áhugi væri á að koma geðsjúkum íslenskum afbrotamönnum í vist erlendis, þá væri það undir hælinn lagt hvort hægt væri að fá vist fyrir þá þar eða ekki. Menn hefðu til dæmis fengið afsvar bæði frá Danmörku og Noregi. 3 íslenskir geðsjúkir afbrotamenn hafa verið í vist á réttargeðdeildinni í Vesturvík þar sem Bogi Melsteð yfirlæknir. Á borgarafundi í Básnum í Ölfusi í gærkvöld var mikill kurr í þeim sem búa í næsta nágrenni við Sogn. Skoðanir þeirra sem kynntu málið en það voru menn frá heilbrigðis- og dómsmálaráðuneyti ásamt Láru Höllu Mokk geðlækni voru ákaflega skiptar. Lára Halla Mokk sagði ekki unnt að reka réttargeðdeild á Sogni þar sem hæft starfsfólk fengist vart til starfa þar. Það er grundvallaratriði í öryggismeðferð að það fólk sem vinnur við þetta að það kunni til verka. Það skapar öryggið í kringum sjúklingin með sinni þekkingu. Það gerir það ekki með 19 mm gleri. Íbúar á næstu bæjum við Sogn sögðust á fundinum í gær óttast sinn hag. Bóndinn á næsta bæ sagðist meðal annars hræddur að eignir féllu í verði ef mistök yrðu við uppbygginguna á Sogni. Ólafur Njálsson bóndi sagðist ekki andvígur geðdeild á Sogni en sagðist helst hafa því áhyggjur að ekki yrði girt umhverfis húsið þar. Ég bý sjálfur aleinn í húsi og það eru margir einir á bæjum hér í kring. Og hvað skeður ef þetta fólk sleppur? Það verður að vera girt mannhelt í kringum svona. Það er hægt að gera risastórt svæði í kringum þetta. Það á ekki að kosta svo mikið. Sú kúvending sem varð á Sognsmálinu helgina hefur vakið athygli. Á 5. dag í liðinni viku frestaði hreppsnefnd Ölfushrepps að taka afstöðu til málsins vegna kauptilboðs boðað var í jörðina. Á sunnudag tilkynnti oddviti Ölfushrepps hins vegar að meiri hluti hreppsnefndar væri reiðubúinn til að staðfesta úrskurð bygginganefndar og leyfa starfsemi réttargeðdeildar að Sogni. Sjöfn Halldórsdóttir hreppsnefndamaður er mjög ósátt við þá stefnu sem málið hefur nú tekið. Það er náttúrulega alveg óþolandi að minni hluti sé ævinlega kúaður af meiri hlutanum. Eins og í þessu máli það finnst þannig að þetta sé fyrsta lagi mál okkar dreifbýlisfólksins þessa framkvæmd. Bogi Melsteð, yfirlæknir í Svíþjóð sem veitt hefur sérfræðiráðgjöf við undirbúninginn, segir aðstæður góðar. Bogi hefur haft væntanlega vistmenn sem fluttir verða til landsins frá Svíþjóð á miðvikudaginn til meðferðar þar. Ég get sagt það náttúrulega að sjúklingarnir sem eru úti hjá mér á mínum spítala eru glöð eins og smábörn sem bíða eftir jólapökkum að fá að koma heim loksins eftir margra ára vistun á sjúkrahúsum erlendis. En ekki sátt Sogn meðal heimamanna. Jón Hólm Stefánsson, bóndi í Gljúfri, sagði í dag að öryggisgæslu á staðnum hlyti að vera ábótavant þar sem gæslumenn hefðu einungis fengið viku til 10 daga þjálfun í Svíþjóð. Þá hefði hann verulegar áhyggjur af því að fagfólk sem beri ábyrgð á vistmönnum verði ekki á staðnum. Annar yfirlæknirinn yrði í Svíþjóð og hinn á Akureyri. Jón Hólm sagðist ekki hafa lagt niður baráttuna fyrir því að starfsemin yrði færð annað. Já, þetta var mikið hitamál fyrir 20 árum. Sighvatur Björgvinsson, vertu velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Þú varst heilbrigðisráðherra á þessum tíma, þá voru málefni geðsjúkra afbrotamanna nýkomin undir hatt þess ráðuneytis, voru áður í dómsmálaráðuneytinu. Geðsjúkir afbrotamenn voru í raun og veru vistaðir hér og þar í útlöndum, sumir hverjir í fangelsi hér heima. Hvernig var aðbúnaður þeirra þegar þú kemur inn í ráðuneytið? Nokkrum vikum eftir ég kemur inn í ráðuneytið þá koma fangaverðir úr hegningarhúsinu við Skólavörðustíg til okkar og segja að það séu 2 ósakhæfir afbrotamenn vistaðir í þeim skelfilegu aðstæðum sem þær eru, sem séu mjög mikið veikir. Ég ætla ekki að lýsa því hvernig veikir þeir voru, en þeir voru mjög mikið veikir og báðum hjálp.
Ég fór þá til þess geðlæknis sem hafði verið að forvera mínum ráðinn yfirlæknir réttargeðsviðs og bað hana um hjálp. Hún neitaði því. Hún sagðist ekki að koma nálægt þessum málum fyrir en að væri risin réttargeðdeild að hennar skapi. Þá fór ég til yfirlæknisins á Kleppi og bað hann um hjálp. Hann neitaði líka og hann sagði mér það að þeir hefðu verið andvígir þessum flutningi á málefnum geðsjúkra afbrotamanna frá dómsmálaráðuneyti yfir í heilbrigðisráðuneytið og það sem þeir hefðu verið andvígir því og mótmælt því harkalega ætluðu þeir ekkert að koma nálægt þeim málum. Og þá voru vandar á það hvað áttum við að gera. Það sem ég gerði það að ég samdi við Boga Melsteð með hjálp landlæknis Ólafs Ólafssonar sem var mér mjög ráðhollur og góður samstarfsmaður í þessu máli það að Bogi tæki til sín út í Svíþjóð annan einstaklingin, síðan leigði ég íbúð í Reykjavík og borgaði það á ráðstöfunum fyrir ráðherra fyrir hinn og réði ættingja þess einstaklings til þess að gæta hans þar 24 stundir á sólarhring og borgaði það líka á ráðstöfunum fyrir ráðherra. Ólafur Ólafsson landlæknir tók síðan að sér að reyna að sjá heilsufar þess mann sem þarna var. Nú, Bogi sagði okkur frá því þegar við fengum hann til að taka við þessum einstaklingi sem ég var að ræða að yfirvöld í Svíþjóð eru búin að taka þá ákvörðun að taka ekki við fleiri svona sjúklingum frá Íslandi. Þannig að við erum að búa okkur undir að taka við þeim sem hann hafði sem þá voru 3. Þá kom líka í ljós að úti í Bretlandi á réttargeðdeild þar, mjög alvarlegri réttargeðdeild með mjög alvarlegum tilvikum, var ungur Íslendingur búinn að vera í einangrunarklefa í 27 ár. Hann hafði verið sendur hérðan 27 ár. Hann hafði verið sendur hérðan og þarna út til Bretlands, til vistunar. Sá eini sem að ég veit til að hafi heimsótt hann var landlæknir Ólafur Ólafsson. Þannig að þá var hann geymdur í einangrunarklefa. Þessi maður, hann var ekki mæltur á enska tungu og hann var þarna sem sé burtu frá sínu eigin landi í 27 ár. Og þegar hann kom til landsins, Bretar sagði við mig að þeir skildu það ekki hvernig eiginlega Íslendingar hugsuðu að geta látið umkomulausan ungan mann vera þarna í 27 ár að þess svo mikið sem að spyrjast fyrir hann. Þegar hann kom hingað heim og fór til Vistlunar og Sogni. Og hann kunni ekki einu sinni tungumálið? Nei, hann kunni það ekki þegar hann fór út. Ég veit ekki hvort hann hefur lært það þegar allir hefur lært mikið einangrunarvist. Þá sagði Bogi Melsteð mér það að þessi maður væri það illa farinn eftir þessa löngu vist að hann myndi aldrei eiga afturkvæmt út í eðlilegt líf. Hann var í stofnunarmatur þar sem eftir væri. Svona var aðstæðan. Við fórum þá að leita að einhverjum leiðum til að leysa og ég margræddi við geðlæknana, yfirlæknana á Kleppsspítalanum því að það var minn fyrsti kostur að þeir tækju við þessu fólki. Þeir harði neituðu því. Sama máli gegndi með geðdeildina á Borgarspítalanum, þeir vildu ekkert koma nára á þessum málum. Svo þá fór ég að leita. Þá vildi þá leitað einhverju húsnæði sem að gæti notast fyrir þetta fólk sem væri þá í næsta nágrenni við sjúkrahús sem gæti veitt þeim þá svona almenna sjúkrahúsþjónustu og heilsugæslu og aðhlynningu. Þá var S.A.A. að hætta að reka sjúkrastöð á Sogni, þannig að þar var ekki barnaheimili eins og haldið hefur verið fram, heldur var sjúkrastöð frá S.A.A. Og ég samdi við þá eftir að hafa ráðfært mig við Boga Melsteð og arkitekthúsins, Gestur Ólafsson, að kaupa þetta hús, breyta því eins og þeir töldu að þyrfti að breyta til þess að geta gegn þessu hlutverki og síðan voru sjúklingarnir fluttið þangað inn og það sem ég fékk engan íslenskan geðlækni til þess að sinna þeim, þá samdi ég við Boga Melsteð að koma heim frá Svíþjóð reglulega til þess að halda læknishendi yfir þessum sjúklingum og jafnframt samdi ég við Sigmund, yfirlæknir á Akureyri, það að taka við formennsku í stjórn Sogns og vera þá Boga Melsteð til ráðstofunar. Þetta voru þeir 2 einu einstaklingar, sérmenntaðir einstaklingar sem fengur til að sinna þessu fólki. Já, en það urðu náttúrulega mótmæli heima í héraði? Harkaleg mótmæli. Já, og þá treystu menn því ekki að þetta væri örugg starfsemi eða? Nei, það var meira að segja reynt að beita ákvæðum skipulagslög til þess að koma í veg fyrir það að það væri hægt að framkvæma þetta. Og það voru haldnir þarna margir fundir. Minn háttur að þegar ég stóð í einhverjum svona erfiðlegum árum þá gekk ég þau sjálfur, beitt ekki öðrum fyrir mig. Það voru haldnir margir fundir þetta og það erfiðasta var að einn ágætur geðlæknir ásamt vinkonu sinni, þekktri konu, gengu þarna í næsta nágrenni við Sogn til þess að lýsa því fyrir fólkinu sem þar bjó
hvernig geðsjúkir afbrotamenn gætu beitt ofsaverkum gagnvart saklausu fólki og nú ætti að fara að taka svona menn í þeirra nánasta umhverfi og þetta var svo alvarlegt að Ólafur Ólafsson landlæknir og Matthías aðstoðar landlæknir þurftu tvívegis að feta í fótspor þessa fólks til þess að ræða við fólkið hérna fyrir austan og reyna að róa það. Já, en síðan gerist það núna þegar á að leggja niður réttargeðdeildina Sogn og færa starfsemina til Reykjavíkur að þá koma inn svona byggðarpólitísk sjónarmið og við heyrðum þá á þingi í gær að þingmennirnir voru nú ekki hrifnir af þessu ráðslagi. Hvað segir þú sem fyrrverandi landsbyggðarþingmaður og sem fyrrverandi heilbrigðisráðherra afstöðu þingmann í dag til þess? Ég ætla að segja fyrsta lagi það að Sogn hefur virkað. Þannig að fólk sem hefur farið þangað inn hefur fengið meðferð og gengur nú á meðal okkar fullfrískt. Ég sjálfur hitt slíkan einstakling margóttnir í bæ. Þannig að það hefur skilað árangri. Hins vegar var fyrsti valkostur að sjálfsögðu Kleppsspítali. Ef að ég hefði fengið að ráða þá hefði réttargeðdeildin risið þar. Sogn var hins vegar neyðarbrauð. Fólkið sem hefur verið þar í vinnu hefur staðið sér vel að vinnuvítil og veitt góða þjónustu. En ég ítreka það að fyrsti valkostur minn var Kleppsspítali og heilbrigðismál náttúrulega fyrst og fremst ætluð til þess að aðstoða sjúkt fólk en ekki til að skapa atvinnu. Þannig að viðbrögð þingmannanna nú eru kannski ekki endilega þau réttu. Ég ætla ekki að dæma það en það sem hefur gerst núna að báðir hafa skipt skoðun. Geðlæknarnir sem vildu ekki koma nálagt þessu fólki með prikum fyrir 20 árum, vilja nú fá það til sín og fólkið á Suðurlandsendurlendinu í kringum Sogn sem ekki vildi sjá þessa starfsemi vill núna fá að halda henni áfram. Ekki með prikum sér, bara örstutt, af hverju var afstaða þeirra svona glerhörð gegn því að sinna? Vegna þess að þeir voru svo andvígir því að flytja málefni ósakhæfra afbrotamanna úr dómsmálaráðuneytinu og yfir í heilbrigðisráðuneytið. Hvers vegna? Af hverju var það svona mikil góð? Vegna þess að þeir töldu það, þeir sögðu mér það var skýring þeirra gagnvart mér, að það hefði tekist að eyða fordómum Íslendinga sem að menn hefðu haft gagnvart geðsjúku fólki og geðveiki og ef að þetta óhamingjasama fólk yrði tekið inn í meðferðarhóp geðlækna, þá myndist þeir fordómar vakna upp á ný. Það er að segja að þeir sem væru geðsjúkir væru stór hættulegir umhverfi sínu og gömlu fordómar myndu vakna upp. Þetta var það sem þeir sögðu mér og þeir sögðu mér jafnframt að þeir höfðu verið algjörlega andvígir því að flytja málefni geðsjúkra fanga eða ósakhæfra afbrotamanna út dómsmálaráðuneytið í heilbrigðisráðuneytið. Þeir höfðu látið það koma fram við þáverandi ráðherra og sagt að þeir myndi ekki koma nálægt við að sinna slíkum málum. Mér langar rétt áður en ég sleppi þér að því ég veit að þú ert mjög gagnrýninn á það hvernig svona niðurskurður og hagræðing eins og stundum sagt kynnt í dag. Þú vilt meina það að ráðherrar kannski hlaupi svolítið undan ábyrgð í því? Þeir ráðherrar sem nú standa í þessum erfiðum málum eru í miklu erfiðari viðfangsefnum heldur en nokkur ráðherra á undan þeim hefur verið. Heilbrigðisráðherra í miklu erfiðara hlutverki heldur en ég var í. En það fyrst og fremst ábyrgð ráðherrans hvað gert er. Það hann sem að velur þær aðferðir sem ofarlega verða. Og ég hafði þann háttinn á að beita mér alltaf sjálfur. Ég skaut aldrei ráðuneytisstjóra eða forstjóra Landspítalans eða öðrum slíkum í veg fyrir mig. Heldur stóð ég í þessu sjálfur því að sá sem á að taka við skellinum ráðherrann og ég var fyrir skell og ég tók honum. Ég held ég hafi tapað þriðjungi atkvæða minna vestur á fjörðum í minni tíð sem heilbrigðisráðherra. En það verður menn bara að sætta sig við. Það sem að mér finnst ekki gott, það þegar að svona tillögur, svona alvarlega tillögur eins og nú að kynna á Landspítalanum eru kynntar sem tillaga forstjóra Landspítalans. Og svo rætt við ráðherrum það hvort að hann vil nú ekki beita sér fyrir því að lagfæra þessi mistök forstjórans. Þetta ekki svona. Forstjórinn kemur að sjálfsögðu með hinar og þessar tillögur sem byggjast á þeim tillögum sem heilbrigðisráðherra biður að hann geri. Síðan það heilbrigðisráðherra eða velferðarráðherra sem nú heitir sem velur hvaða tillögur hann vill af þeim sem fyrir hann hafi verið lagðar og þá það hans tillögur en ekki forstjórans. Sighvatur, takk fyrir að koma og segja okkur frá því hvernig Sogn varð að hvernig réttargeðdeildin og Sogni var stofnuð á sín tíma. Þakka þér fyrir.